Já. Og svo réðan hérna David Attenborough Það hefði verið epist Look at this fantastic beast walking down the street Thank you Það var geggjubyrju Erum við byrjaðir? Já Hæ Það er svona bendi á þig Ok, þú ert alltaf að benda á mig Hætt að benda á mig Hætt að benda svona á mig Herru, velkomnir Takk fyrir Þröstur Þröstur eru að undirbúa sig Hérna Sko, Velkomin þetta er náttúrulega bara ADHD á milljón sko. Það eru ennþá að gera sér kláran og það er bara byrjar Já ADHD mitt? Já, þitt Já True story Yep Herru, ég er nýbúinn í fríi Já og hvað gerist? Þú ert lasin Nei, ok Þú víst varstu lasin eftir að það var besti sóladagurinn í sumar þennan eina dag leið og ég byrjaði Já og ég var hvað you motherfucker bara búin að vera í mánuði bara í einhverju gráu rigningu og eitthvað svona ömuleg heit sko. Og síðan bara já Yep. 25 stiga hiti og sól og ég var inni hefta, ég var bara hata lífið svo mikið Já og líkaminn, ég held að líkaminn hafi verið bara svona shutdown eftir það sko Já var hálf bara veikur, ég held að ég hafi fengið COVID á þess að hafa hitað eitthvað Já, þú sagði mér frá því Varst með COVID á þess að hafa COVID við svona hita COVID fylgir alltaf hiti með COVID eða? Fer það ekki bara svolítið eftir fólki? Já, það komið svo mörg svona variation á þetta Ég hef ekki hugmyndið Þegar ég var bara, ég var nýbúin að vera að hlaupa einhverja 9 kilometra síðan ætlaði að hlaupa náði bara einhverjum 3 og var bara búinn á því hvað, svillir ekki eitthvað ólíku sjálfur mér, síðan deginum eftir ég ætlaði að hlaupa þetta á mér 600 metra, gæti ekki meir lappaði tilbaka, ég var bara Já, ok að fucking deyja, ég var með svo mikla heilóþúgu Já og ég var bara, ég þekkti ekki sjálfur mig Nei ég var bara, ég kom með krabba minn sko Já, lítur bara að vera Einn til að ég var svo fljótur að hugsa það allt ég er eitthvað bara ég er bara ónýtur sko Já, krabba menn á töndugum bara Lífið búið ég var að deyja sko, mér fannst það sko Já, ég skil þig þetta er alveg herri, já, síðan er eitt hérna sem við glemdum að tala einhvern tímann Ok sáu þið, hérna, þið viti hvað Liver King er Já við glemdum að tala um það þegar þetta gerðist Já, hvað var það aftur? Sko Liver King hérna er bara búin að missa sko. Já, þetta stera gaur ekkur og Já hann alltaf Borða bara hrátt kjöt og lifur og eistu og eitthvað svona sko. Og af dýrum gott fólk manneitan allir að fylgjast Takk að það fram og hann alltaf hérna sendi út Netflix heimildamynd einhverja þætti eða eitthvað svo leiðis hann var svo ósattur við það hann kom svo illa út bara, dude ef þú kemur illa út, þetta er þú Akkurat Líkt í speil Já, og elsti strákurinn allan tíma bara, oh my god skammast því svo ógeðslega mikið fyrir pappa sinn sko. Og þetta er alveg hræðilegt sko. Hann fer ekki í bað hann tampist sig ekki Jesus hann væpar ekki eftir klóstið eða neitt What? Þetta er bara, hann er alveg þetta er bara barbaric þú ert í fucking húsi Já þú keyrir á bíl Akkurat hann er eitthvað bara, hérna rúmið mitt er hérna það er bara hérna einhverju spýtur sko. Já á gólfinu engin dýna sko hann bara, þetta er bara villimaður hérna, ég þetta hérna hrátt kjöt bara, Jesus. Og síðan keyrir á jeppanuðinum það helst ekki hendur síðan er hann með síma sinn og náttúrulega hann dettur niður úr hérna fræðinu eftir að hann kom hann var náttúrulega
hann var ekki á styrum og var alltaf að segja bara, ef þú borðar hérna lifur liver is king og þá verður eins og ég allir bara, what? Sem koma með eitthvað svona hérna, próteinlif og eitthvað svona og síðan kemur náttúrulega hann var að eyða $10,000 á mánuði í styra og hann kalli, sorry með það og Joe Rogan kemur hérna og segir bara, hann á styrum rétt á undan og núna þarna daginn þá var hann svo í miklu fílu út í Joe Rogan hann bara, fucking Joe Rogan fórum með eitthvað beef bara með veist, Joe Rogan segir ekki neitt hann bara, ég ætlaði bara að berja hann og ætlaði að vera slást bara og búin að prenta út merch fyrir bardan bara nokkuð hafi heyrst frá Joe Rogan og Joe Rogan segir ekki neitt respondar ekki neitt herru, hann bara tekur allar fjölskylduna sína fer til Texas að ætla að drepa Joe Rogan já, alveg rétt bara að ranta og þið vitið þegar annar augasteinin verður upp svona dilated og ekki hinn þá er einhver heilabilun í gangi og hann sem sagt hann með það núna og maður eitthvað bara það er einhver hellu heilabilun og hann var handtekinn og það kærður fyrir að reyna að drepa Joe Rogan pælið í þessu það er svo klikkað missa sig svona og þetta er svo fyndið hérna, strákurinn minn hann hérna er svolítið upptekinn af líkamannum á sér núna hann er hérna vill fara að fá svona kreatun eða eitthvað slis þannig að við horfum á eitt þátt að þessu og bara, þú ætlar ekki að verða svona nei, takk fyrir og hann bara, já, en hérna já, en ég vil fá svona kreatín og svona prótín já, prótín er alltaf leið en að taka inn eitthvað kreatín, svona ungur no way ekki sjans og meira svo ammælinu hans þá baða hann, pabbi, má ég núna kaupa kreatín ung? Nei hvernig var ammælið? Jú, það var 4. maí og veistu þá 4. maí may the 4th be with you það er ógeðslega skemmtilegt saying já, sérstaklega þegar 2 stjörnur eru í slag það er svona stjörnustrið you ruined it ég hef búin að leggja þetta upp fyrir þig oh my god ég var alveg panik ég náði að redda þig samt stjörnustrið talandi stjörnustrið Star Wars svo fucking lélegur í sem maður ég hef búin að leggja þetta svo fallega upp fyrir May the 4th be with you þetta var bara borðleggjandi May the 4th be with you May the 4th be with you 420 Þetta er fara að verða verra og verra hjá okkur Er það ekki það? 420 jú, það er nákvæmlega það herðu stjörnustrísmyndirnar já við ætlum að ræða eins og þær Herðu, já hvað voruð þið gamli þegar þú horfið fyrst á stjörnustrið? Jesus, ég var bara eitthvað smá polli maður já, óbyggilega Davíð bara leið, hún kom út 77 já, akkurat I'm 14 já, það var þá 3 ár í fæðingu mína þá Nei, you liar Hún fæddist 1833 En hvernig erum við að tala um þetta? Erum við að tala um þetta í sem sé frá episode 1 og svo upp eða erum við að tala um eftir að það er koma út? Eftir að koma út, eða ekki? Já, er það ekki? Byrja á elstu myndunum Já, veist, eins og fyrsta Star Wars myndin 1977 A New Hope að meðan hún heitir hún nú Já. Var það ekki bara Star Wars? Nei, það heiti allar eitthvað meira episode 4 A New Hope Ég les aldrei meira heldur en Star Wars Það heiti allar Star Wars hjá mér ok Star Wars 1, Star Wars 2 þessi sem kom undan hinni ég bara horfa á sömu myndina aftur og aftur og hún er alltaf öðru vísi Já, meðan hún var að vera að frumsýna þá var verið að hálshöggva einhvern já, í Frakklandi með GT já Pælið í því þetta var að gerast á sama tíma á plánutinu Já, Birkir, hvað er íslenska orðið við guillotine? Hvað er Fellöxi? Já, þetta ekki Ok, reynda aftur Fallöxi
Já, Yes, Sko, Jesus. strákin I'm a big boy Já, Ég er svo stórt strákur Kann eitthvað Það veist, pælið í og þarna veist, í Bandaríkjunum allir bara Star Wars, bara geðvegt bara this is entertainment Já. í Fraklandi We have Nei, það hvað voru þjóðverðin að gera í Fraklandi? Bíddu Tökum við það aftur We have entertainment nailed it This is guillotine Guillotine Yeah, look at this, asshole Og séu bara djúk, er hann hálshöggjun Já, Ég held að flestir hérna 1977 hafa verið bara Já, nei takk já Og yfirvöldin alveg Are you not entertained? Já, einmitt Look, children The head still blinks Já, akkurat Ói Pælið 77 Já, ég var búin að gleyma þess en ég man eftir að heyrta þetta áður Þetta er sturlu staðrænt sko Já. Það er ekki lengra síðan Nei, þetta er ekki lengra síðan Crazy Jú. En svo náttúrulega má deila hvort að þetta sé besta leiðin til að fara eða ekki sko Já, það er sagt að þetta þú ert þarna, getur blikkað og Ég hugsað veit í það. 3 sekundur ef Já, 4 eða eitthvað já, en ég man eftir að finna fyrir ykkur eða, þú veist, er þetta betra heldur en rafmagnsstólinn skilur eða eitursprautur eða gasklefi eða Ég veit ekki, Nei. en það er ekkert neitt svoleiðis í Star Wars Nei, en þar er í hvað var hann aftur settur hann Solo Já, það er myndum 2 Stiftur í, já, ok, sorry En fyrsta myndi, hvernig finnst ykkur veist, New Hope? Náttúrulega bara braut blað í kvikmyndasögunni sko Ég gerði það svolítið sko Já, og meiri sé að þú veist eitt stæðsta svona sci-fi fyrirtæki í Hollywood Industrial Light and Magic held ég var búin til bara fyrir það Já, Þannig George Lucas átti það Já, Á það það voru glæðan þá, já Ég meina George Lucas, þú veist, þetta er alveg þvílíku frumkvöðl í þessu sko. THX Já. Industrial Light and Magic Já. sem fundu upp bara endalaust af shiti og tækni og ég veit ekki hvað og hvað en mér finnst þetta mér finnst hún endast allt í lagi Sko, nú er það búið að breyta fullt Það er búið að bæta inn eða þú ert að horfa á nýjust útgáfur bæta inn alls svona CGI og eitthvað svoleiðis Já, besta dæmið er Han Solo skaut ekki fyrst í hérna, Greedo já, Greedo Já, akkurat veist, í upprunnulega myndir það sýndi hvað Han Solo var bara veist, hann er bara veist, ruthless og veist, hann er bara hérna, smiklari Já, og veist, bara character arkið hans út frá þessu yfir í að veistu, bjarga og allt þetta veist, það er svo flott en þarna það bara veist, þetta er svona líka hausina svona djúk fór svona til hliðar sáu þetta veist, það, Man ekki eftir þessu Nei, ég man ekki Þegar eftir detailunum sko en, ef þið horfum tilbaka núna Já, ok, núna bara núna veist, á barnum þá er sem sagt eiginlega svona stillshot veist, þegar hann Solo er að skjóta hinn skýtur á móti á sama tíma og hausinn af hans Solo kemur svona whoop, fyrir svona bara sjúp til hliðar þetta er fáránlegt þetta er sekundubrót en þú er bara that's awful Já, þetta er eftir á breytingarnar sko já. En suma breytingarnar voru góðar Já, og áttu alveg rétt á sér sko Já, eins og hérna hvað heitir vondikallinn? Hérna í Darth Vader Nei, hérna Palpatine Já og náttúrulega allra fyrst þegar hann var hérna í hérna holograminu Já þá leita hann illa út og þetta var ekkit bara svona auga hálf dottið út og eitthvað svona bara algjör viðbjóð sko en þeir breyttu yfir í nýja leikarann sko sem er helviti gott en náttúrulega George Lucas breytti þessum ógeðslega mikið láta svona tilgangslist eins og þegar hérna Obi-Wan Kenobi kemur öskrið hans breytist og R2-D2 er inn í helli en þeir eru með CGI stein fyrir R2-D2 bara svona hálfan why? Já, nákvæmlega en þetta er það sem hann vildi bara breyti þessu upp og nýtt Já, það var náttúrulega sagan var alltaf að hann byrjaði á kafla 3-4-5 Nei, 4-5-6 fyrir ekki af því að hann var að bíða eftir betri tækni
fyrir fyrstu 3 ár sko Já. þannig að það var alltaf sagan sko þannig að hann vildi hafa þetta ógeðslega flott allt saman og það var alveg ógeðslega mikið töff sem þeir gerðu með svona special effects, nei ekki special effects heldur bara svona physical teknibrellur í rauninni, þú veist eins og þegar að hann á svona speedster einhvers staðar niður á eðumörkinni og ég man ekki hvort það var í fyrstu myndinni en Jú, það var í fyrstu myndinni að þeir settu vaselín neðst á linsuna á myndavélinni þannig að þú veist að því að þetta var tækið sjálft var á hjólum og bara bíll sem það var eitt í svona eitthvað og til þess að taka út hjólinn sem satt undir þá settur vaselín til að blörra þetta var bara svona eins og hiti þannig að þetta kom bara út eins og eitthvað svona hitamistur Pældi það og þetta, ég sé þetta ekki ennþá Nei ógæðislega töff bara redding Á einhver vaselín Davíð Of course I am það var ekki hægt að tala við hann var döður út í hóttum Still on that Still on that En alltaf vissu það að Harrison Ford og Princess Leia hún Carrie Fisher hún var 19 ára og hann eitthvað 30 og var það ekki, 30 eitthvað? Allavega eldri 19 ára þau voru in affair já, það var allavega að tala um það sko þau búin að viðkynna það sko hann var giftur og allt hann bara hún út úr kókuð sko hún er búin að viðkynna það líka út úr lyfjuð allan þættina, allan myndina sko en já, nákvæmlega, það var skandal sko en vissuði, það vissuði öðruglega flestir allavega sagan er svo að Harrison Ford átti ekkert að vera í þessum myndum Átti ekki Al Pacino over íni? Ég man ekki hver það var en sagan segir sem sagt sko Classic Is that you, Chewie? 12 parsecs Nei, að sko hann var búinn að vera að leika í svona smá hlutverkum eins og einn og einn þátt eitthvað staðar og eitthvað svona og var bara algjört nobody og vann sem smiður og var að vinna í húsinu hans George Lucas og George Lucas fekk hann til þess að lesa línur með hinum leikurunum og eitthvað og leifst bara svona vel á hann að hann bara réði hann í myndina og hann átti að deyja í mynd 2 eða 3 eða eitthvað eða þess að 5 eða 6 þá en, og Harrison Ford vildi láta hann deyja karakterinn til þess að gera þetta meira svona impressive eða eitthvað en Lucas vildi sem sagt halda honum inni fyrir börnin sem sagt vildi ekki að hann myndi deyja svo krakkarnir eru ekki sárir þannig að já Harrison Ford var ekki neitt í dag ef hann hefði ekki mætt í vinnu þarna að smíða eitthvað fyrir George Lucas sko, þröstur, smíðir eru alveg bara important líka já, skipta máli fokka þér Hvað finnst ykkur Leia og Han Solo Luke Skywalker kiss já þegar hún var að reyna að gera hann Abbo og kissir bróðu sinn já, sko þannig að það voru allir að búast við að það yrði dýnamíkin sko að þau tvö myndu enda saman þannig að skellurinn kom eiginlega þegar það kom í eitthvað annað í ljós sko að þau varu systkini þetta var alveg surrealist sko þetta var, allir voru og þau kýstust og allir og svo komið ljós að þau eru systkini skulum ekki tala um þetta lengur en ég sá eitthvað staðar samt að það er alveg vefasundur hvort þetta hafi bara verið sem sagt plot twistið að þau hafi verið systkini hafi verið bara eitthvað plástur sem hafa settur á bara í myndnúmer 1, 2, 3, 4 telja á pötunum já, þetta hafi verið bara hann hafi búin að skrifa svo út í hotn og þarf einhvern veginn bara já, þau eru bara systkini og eitthvað það er alveg umtalað á netinu þetta hafi ekkert átt að fara í þá átt sko, þau séu systkini þetta er eins og með þegar Luke sprengir The Death Star hvað haldið það margir sakleysi borgarar hafi dáið það var 100.000 mannsinn í þessu já, 100.000 fleiri þetta var náttúrulega stærð við tungl sko já, þetta eru miljónir miljónir manna já. Síðan fór ég að hugsa út í það er mesta morðingjan í já, sko. Akkurat fullt bara einhverju ræstingafólki og eitthvað líka trúpararnir, þeir eru bara í vinnu þeir eru bara hernum, þeir halda að þeir séu góða gæði að rebellarnir eru bara að ráðast á þá en ég fór að hugsa svona sidetrack
út af því þetta það stórt, þetta eins og tungl og það hefur gravity, það ekki og það svo stórt Vist gravity, já að veist, þegar þú ert í byssunum að utan Já, þá ertu, veist, sem sagt getur snúið öfugt þegar þú ert neðst niðri veist, þá ertu að skjóta veist, þá ertu bara hvolfi en hvernig er þetta þá inni? Er það layers? Hvernig veistu að þú sérst á hvolfi? Nei, veist, inni þá er bara veist, hæðir bara veist, sléttar hæðir en að utan þá veist, þá ertu öfugt veist, þetta er hausinn á mér sko. Hefur engin pælt í þessu eða? Þetta Ég bara, vísindin mín er ekki nógu góð sko. Þarna bara, ég veit það ekki Þetta er alltaf, ég var eitthvað að pæla þetta var bara, ég gerkvöldi alveg Já sem sagt þegar þú ferð alveg neðst bara í botnin í lyftinni og ætlar að fara út í byssuna þá þarf þetta að snúa við þá þarf þetta að vera öfugur þá þarf þetta að vera hvolfi allan tíman En ertu þá hvolfi ef þetta hefur gravitational pull? Gravitational pull Nei, maður veit það ekki sko, þetta er náttúrulega holtað innan að meira hluta, þannig að ég hugsa að það sé ekki mikið gravity sem þetta hefur Það er ekki mikið massi Ef þetta væri óholtað innan, hvað þá? Sem þetta var Mjög slæmt fyrir þig En hver er vondikallinn? Er það Luke Skywalker í þessari mynd út að hann draf millions Sko Ég myndi halda það Darth Vader náttúrulega sprengdi plánetu það var alveg þó nokkuð margir á henni líka sko. Þannig að hvort draf fleiri, ég veit það ekki En sénilega spurningin sko ef það væri bara þú veist, ef Darth Vader væri aðalpersonan í myndinni og varum að fylgjast með honum þá myndu allir halda með honum, ekki satt? Jú Er það ekki Luke Skywalker vondi gaurinn að sprengja hann? Já Moving on 1980 Empire Strikes Back Það finnst mér eiginlega besta myndin af þeim öllum Ósammála Af þessari trilogy, jú Já af öllum Nei, það kemur hjá mér á eftir okay. Það er sem sagt Empire Strikes Back er þegar hann er komin í I am your father Já, það var náttúrulega No, I am your father Já Það er ekki Luke, I am your father Akkurat, everybody gets it wrong sko. Nákvæmlega Þetta er svona Mandela effekt, nákvæmlega sem þetta að segja sko. Hann með vantar hendina Já, akkurat Ái Nákvæmlega Skulda mér í meðlag, helvítið Barnabæturnar Já, akkurat Þú hefur efnað þessu Akkurat En ekki á mér Dead be dead Klárlega Nei, mér fannst hún reyndar rúkslega cool sérstaklega þegar þeir eru í Starship Troopers Starship Troopers? Segði ég það? Það er allt önnur mynd Já, fyrir ekki Það er svolítið önnur mynd Ég var ekkert að research fyrir hana Stormtroopers Já, outfitunum Mér fannst það ógeðslegt Já, og fara í pressuna, ruslapressuna sem er náttúrulega iconic atriði líka Mjög flott sko. Og líka iconic atriði þegar trúpurinnir eru að labba og einn skallar hurðina lifta hurðina Doink Nákvæmlega maður var alveg bara það er engin furða þeir hitt ekki neitt sko. Já, þeir sjá ekki neitt Skulum hafa þessi pingu litlu gött bara for the look Akkurat, það lúkar vel sko. Hvernig er ég að skjóta? Pjú Já, það var náttúrulega líka í annari myndinni sem að besta lagið Imperial March kom Já elska bara þú veist, ég vil sé sinfoníu spila þetta og bara gæsa húð sko. Every time það er mjög flott og bara hann John Williams sem samdi allar tónlistina fekk Óskarsverðlaun fyrir eina og var tilnefndur fyrir allar myndirnar Óskarsverðlaun fyrir tónlistina bara algjör snillingur sko. bara þessi tónlist bara amazing bara through and through sko. En var ekki í þessari þegar Jabba the Hutt kemur þegar hún var í bikiníinu Já
Það er þessari Það er þessari Já, það er þessari The Gold Bikini Já. Þarna er smá aldursmunur þarna. Já, er það Það eru eldri gaurarnir sem eru alveg bara The Golden Bikini bara, og ég er alltaf með eitthvað snúða í hárinu Sko, hún Gerir var ekki mikið fyrir mig sko. Hún var heit sko Já, hún er ekki, þú veist Claudia Schiffer heit, en hún var samt alveg hún var samt alveg heit sko Birkir var náttúrulega hugsandi Þórunni á þeim tíma líka sko. Já, jú Ég er bara Þórin þú ert miklu heitari ekki fætt Ég elska þig, ekki hana Nákvæmlega Ég var ekki hugmyndinu svona sko. Nei, nákvæmlega 1980 sko. Já, þá var ég til á því drottins ári Það hafi ekki með það Takk I've hated it here ever since Hvernig endaði eftir þessi mynd? Vá, góð spurning Hann var settur í Já, hann var Lucite, nei, hvað hétt þetta efni sem hann steftur í? Vá, það er gessanlega dottið um mér Ekki Lucite Kryptonite Nei, ekki Kryptonite Það er Superman Það er Superman Já Þetta er enda á því að hann er fristur í Carbonite Já, gæti verið Carbonite Oh my god Gæti verið, þetta er Nú erum við að googla þetta Já Þegar hún eitthvað bara I love you Hann alveg I know Já Fuck that Best answer Nákvæmlega Þú vil alltaf byrja að gera þetta við Þórinu Já, ég bara Elskar ég ég veit Carbonite Sko, ég var með það Staðfest Birkir af öllum Og svo næstu ég með það með Kryptonite Þá skil ég okkur að það kom Nálægt En við séum að George Lucas, hann leikstýrði bara fyrstu myndinni Já Og svo réðan David Attenborough Það hefði verið epist Look at this fantastic beast walking down the street This is Jabba the Hutt. He is in a search for a mate. Look Oompa Woompa Jumpy Jaboo Now he's making the sacrificial dance Oompa Woompa Jumpy Jaboo Nei, það var ekki David. Hver var þessi David? Ég maður það ekki. Nei, það var Irvin Kershner og Richard Marquand. En það var í rauninni bara því að hann var að eyða allt og mikil orku í, þú veist, allar teknolegu hlutina sem leikstjóri og hann vildi bara draga sig hans úr því til að sjá svona the whole picture dæmi. Þannig að hann fekk aðra til þess að leikstjóra restina myndur. Já, sem hann átti að hafa gert af sumum öðrum myndum líka. Prequels. Eins og hvað? Prequels. Já, mögulega. Mögulega. En veist, eins og með þessa mynd hvað er svona stendur mest upp úr þessari? Yoda. Já. Luke fór og í skóginn. Já. Nei, það var í fyrstu. Nei, það var í þess. Nei. Fór hann ekki byrjun þessari myndar? Er ég að rugla núna? Já, hann fór í skóginn í fyrstu. Var það? Já, kemur tilbaka. Yoda training scene. Já, og síðan kemur hann sko, veist, í þessari, þá kemur hann, veist, inn í Jabba the Hutt, veist, í orðin með svarta búningin, sko. Eða er það nú með drúið? Við erum svo góðir í þessu. Luke hittir Yoda fyrst í Empire Strikes Back. Já, sko. Þegar hann ferðast til Dagobah. Já, ok. Já. Og það er svolítið skemmtilegt að baku Yoda var Frank Oz. Hann sem sé var með hendina upp í raskatinn á Yoda og talaði fyrir hann og röddin Me so like it I like me Nei, hvernig Hendina but I like og þessi Frank Oz, hann var rosalega mikið að vinna í Muppets. Já, líka. Alveg rétt. Og talaði fyrir óbáslega marga karaktera. Já. Fyrir hann Jim Henson. Já. Og svo leik hann líka í Blues Brotherum. Hann var fangelsisvörður sem réttir Jake Blues allt dótið sitt þegar hann labur út af fangelsinu. Vá, það er ógeðslega langt sem ég sá þær myndir. Já, ok. Vá, hvað það finnst. Er það ekki þá ekki Jabba the Hutt í þriðju myndinni? Jesús, hvað er kynningin? Það hlýtur þá að vera. Það er svo langt sem ég sá þessar myndir. Mér minni það sko. Það gæti verið Return of the Jedi.
jú, þá kemur hann í svarta búningnum. Jú, Return of the Jedi, það kemur hann þar. Já, þá þykjastur orðin pínu vondur. Bara. Já. Og veist, ok, talandi Return of the Jedi. Ok. Við vorum greinilega byrjar á henni. Já, það varst þú. Já. Vissu þess að árunum við förum úr hérna Empire. Já. Á milli tekna sem sagt í hérna New Hope og Empire. Þá lendir Mark Hamill í bílslýsi. Já. Og þeir skrifa sem sagt sárin á andlutinu á honum inn í næstu mynd, sem sagt Empire. Já. Af því að hann var með fullt af sárum í andlutinu og eitthvað. Já. Þá var hérna sem sé þegar snjómonsterið barðan. Já. Það var skrifað fyrir einmitt áverkana sko. Já. Svolítið athyglisvert. Merkilegt sko. Frá hvað, númer 1 og 2? Milli 1 og 2. Já, milli 1 og 2. Já, New Hope var búinn, þá lendur hann í bílslýsi. Já. Og að taka upp sem sagt nummer 2. Já, náttúrulega nummer 2 byrja náttúrulega þegar þau eru í snjóskrimslinu. Já, og fyrirgefið því fólk, við erum ennþá að tölum gamlu myndirnar, þannig að við meinum ekki 2, við meinum 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empire Strikes Back. Þetta er mjög erfitt, en vitið þið bara hvað við erum að tala um. Hann Solo í, veist þarna þegar þau eru þarna í, veist, vetramyndinni, vetraplánutinu, Ísland. Akkurat. Og hérna, veist, bara, veist, úlpurnar þeirra eru geðveikar. Já. Veist, ég hef alltaf verið bara aðsniðnar en samt sko 66 gráður norður úlpur sko. Já. Ég væri svo til í þetta. Costume designer við þessar myndir eru bara stórt klapp skilið sko. Af allir þessari fuckingsmynd þá er þetta sem þú mannst mest eftir. Úlpar að geðveik. Þú er svo mikið prinsessa. Ég veit að ég er prinsessa. Yes, alveg. Það er svona epist aðrið líka þar sem hann sker í sundur hérna farastjótan sinn og skriður hann inn í og eitthvað. Já, það var svakalegt. Það var reyndar, veist, ymmit, eina skipti sem hann Solo tekur upp sverðið. Það var þarna. Já. Veist, þannig hann tekur þetta upp og ég var bara, nice, it's gonna be epic. Já. Og búið. Já, nákvæmlega og aldrei aftur. Talandi geislasværin, að í fyrstu, elstu myndunum, að þetta var gert bara með einhverjum ljósum og speglum og eitthvað svoleiðis sem sagt geislasverðin og svo var þetta handmálað á einasta ramma á filmunni pældi því handmálað vinna í kringum þetta maður þú veist, bara getið ímyndingur þetta er alveg tíman sem fer í þetta já, þetta var bara highlighter, skilur við já, bara túsur bara zipp já, en til dæmis eins og þegar hérna Obi-Wan deyr þarna já það er eina svona, veist, það er svona bara svona já, bara hvarf og köplinn bara eftir það er til á YouTube sagt, þetta atriði það er fan-made þá tekur hann sko þá eru þeir að berjast bara þvílíkur bardagi hann og Darth Vader veist, og það er klift inn í þetta það er bara amazing, þetta er heldur með bara flottast sem ég séð sko. Veist, þetta er bara þannig eiga bardagarnir að vera sko. já, mér ámur ég að sé þetta eitthvað svona þú veist að segja þetta þetta er alveg geðið, þetta er mörg ár síðan sko. en myndin enda náttúrulega hann fer í hana fristinn og þau tapa var það ekki þetta er svona fyrsta myndin sem var svona góðu kallarnir svona já, lútilagra haldi sko síðan kemur hann 83 þá er ég komin í heiminn sko já, ég líka velkomnir já, takk sko. Akkurat og Return of the Jedi hvað átt hún að heita, vitið þið það? Nei. Revenge of the Jedi nú, já, ok and Jedi doesn't do revenge no they're all good guys og síðan var svolítið fyndið sko meðan þeir voru að taka myndu upp þá var vinnutitillinn Blue Harvest til þess að bara gera þetta svona confuse the fuck out of people Blue Harvest Blue Harvest ok og þá kemur hann inn og þá var þetta ekki sko þá fór fólk ekki þeir eru að taka upp Star Wars þarna við farum þangað sko já, þannig hún hétt ekki Star Wars of Blue Harvest nei, bara Blue Harvest ógeðslega leiðilegu titill á einhverju ömulegri mynd en þarna kemur inn Jabba the Hutt já Umba Wumba Jumba Tibi já
Búningurinn og Næjunum ekki, sko Búningurinn og allt í kringu það Jabba the Hutt var tonn. Já, það voru held ég 15 manns sem voru að stjórnum. Jesus Christ Þú veist alveg bara Var einn af þeim Frank Oz? Veit ekki. Jabba labba Og þá var einmitt fer hann inn í The Lair of Jabba the Hutt. Já. Og þar ein af þessum verstu breytingum sem George Lucas gerði. Eftir á. Já, það tónlistin veist, það svona dýr með munn, veist, svona rana hún að syngja Það er flest dýr sem með mun Svona langan útstæðan svona duckface Maura eitur mun og með reyða vari Já, alveg rétt og þeir voru, veist, þetta er svo hræðilegt lag og sem kemur einhver skrýmsli, svona bara lítill haus, loðin haus með hendur, stóran munn svona öskrar í myndanlegin veist, eitthvað syngja veist, þetta er svo illa tölvugert og það er bara líka bara, veist, hitt var bara fullkomið og veist, okkur þarf þetta, why? Nei, já, nákvæmlega það er svo margt sem maður sér þú veist, ég kemur alveg í Star Wars myndu líka en bara almennt í myndum bara af hverju þetta er svo mikil óþarfi sko. Já, veist, þetta er bara, veist, þetta er svona veist, eins og þegar hann breytti þarna í E.T. FBI-gorðina voru ekki lengur með byssur, heldur walkie-talkies að fara á breyt þetta er eins og South Park tók og gjössala í jarðaði það er eins og að taka Da Vinci veist, Mona Lisa bara nei, ég vil að hún brosi aðeins meira síðan bara aðeins meiri fyllingar í varirna og herru more cleavage hvenær átt að hætta að breyta einhverju sem er veist, listaverk orði, sko, bullandi klassík og þeir tóku og gerðu ekki góða hluti Já, akkurat þarna hefði bara átt að setja bara nei, bann bara, þú veist, það má ekki breyta hann einu sko. En veist, jú, það kom smá góða breyting í lokin þegar þeir eru búin að vinna þá kom celebration í fullt af öðrum veist, heimum veist, öðrum borgum og allt þetta Wow, ég held að þú verður ennþá að tala um E.T. Nei, ok Return of the Jedi okay. og veist, í breytingunum veist, þegar veist, áður en að breytingin var gerð, þá voru náttúrulega Evox Evox nice. og veist, þá var bara celebrationið þar en hann breytti yfir í og sýndi veist, Tatooine og allt þetta sem var bara flott sko. En veist, Hayden Christensen kom að inn hann veist strókuðu út hinn leikaran sem leikur Darth Vader og lítu Luke Skywalker hefur aldrei séð að krakka alveg Force Ghosts sem kemur bara Hayden, who is this guy? Hvað kom hann? Já, nákvæmlega og hann eitthvað svona death stare á hann sko, bara hver ertu? Það var eitthvað skelfilegt Luke Skywalker bara hey Yoda, hey Obi hey you guy come on sjúklega random en þessi mynd veist, mér finnst hún allt í læg mér finnst hún alveg góð sko, mér finnst alla myndirnar geggjaðar sko. Bara hver og einn hefur bara sitt svolítið einhvern veginn bara sem standalone myndir gætu að virkað sko. Hvernig var líturinn á lightsaberinu hjá Luke Skywalker í fyrstu tveimur myndunum? Blátt eða ekki? Grænt. Nei, blátt. En í þriðju myndinni? Grænt. Nú var það málið? Það sverðið hans Jóta eða? Það bara breyttist og það er changed for contrast það var bara það er eina útskýring bara þurft að kontrasta eitthvað betur eða eitthvað annað sagði að í kliftri útgáfu það er outtakes þá hann að setja saman sverðið sitt áður hann lappar inn í og við fáum ekki sjá það hann setur kristall í handfangið sitt grænan kristall og svo eru til miljón maður getur fundið bara ógeðslega margar tegundir af sverðskaftinu sem sagt sem að mismunandi karakterar hafa átt og svona og alltaf hann bara alltaf sama skaftið bara mismunandi kristalli nei, hann bjóð til sitt í sverði
en þetta ekki sýnt í theatrical Ok, og það útskýri grænan já, hann lætur grænan kristall í Ok og það veist Þetta vantar inn í söguna Já, ok og það fólk bara leið okkur allir gröttina Já, og þetta bláa Obi-Wan's sverðið og þetta hann Já, fekk hjá Obi-Wan Já, alveg rétt já I know stuff Greinilega, gert Þú ert ekki bara sætur Já og þarna kynntur inn nei Jú, Hayden Christensen, já nei, það er þess að Boba Fett hann var kynntur inn í nummer 2 bara örlítið Já, Boba Fett og þarna hann líka en hann drepinn á killed off Já þetta í Sarlacc já, The Pit of Sarlacc Já, hérna hjá Boba, nei, Jabba nei, þetta var í eyðimörkinni Já voru að skipinu Já og hann sólói blindur og Já, alveg rétt I can't see Alveg rétt I'm blinded Eins gott að hann tók þessar æfingar í borði Millennium Falcon hérna Með litlu kúlinu sem var að skjóta á hann nei, hann sóló var blindur ekki Já, hann solo já, Joke, já, alveg rétt hvað myndir þú að horfa á? Vá, ég var ekki, já Það sló saman einhverjum strengjum hann já, Star Wars, the 10 dildos Já The force of the vibrator beneath you það er alveg nice En svo hoppum við 16 ár nei, byrju, áður við gerum það Nú hvernig fannst ykkur endurinn þegar svartafiði tekur Palpatine og hendur honum niður og fær rafmagn í sig Bara, æðislegt Það var geggjaðatriði var þetta fannst ykkur þetta svona þetta er svona Já, þetta var svona en munið eftir þegar sko hann breytir myndinni aðeins það sem við horfum á þegar við vorum yngri þá er hann Palpatine að skjóta Skywalker með rafmagninu Já og Darth Vader horfir og tekur hann síðan upp að hendurunum Ég man ekki eftir svona dítalum en það sem hann breytir Lucas já, Já setur inn Í slow motion já, veist hann kemur og síðan tekur hann upp og hendur hann síðan niður og breytir þessi þannig og maður hvernig what? Ég held ég hef ekki séð þessu útgáfu sko. En nei, út af því að það kom 97 og veist, kom það nokkrar endur bætingar, já, endur útgáfur ég held ég hef ekki séð þetta ekki, ég hef líka bara ég hef munið eftir þessu, sko, þetta er stúpid nákvæmlega, horfir ég var bara, what? Ég var að horfa á þetta með stráknum og ég var bara what is going on? Þetta var ekki að vera svona þetta er ekki og Evox maður já, shit, hvað með langan í svoleiðis þetta er svo mikið mestu krútin þeir eru svo sætir, sko, litlu spjótin sín og eitthvað papparnir sem fóru með krakkarna sína á þessu þoldi þetta ekki nú, já, alveg bara hötu þetta ok fannst þetta, hvað fucking bánsar er þetta já, ok, hvað eiga bánsarnir að gera ég vil bara ofbeldi meira ofbeldi meira en þetta er veist, eins og síðan er 99, þetta eru hvað 16 ár 16 ár og 99 ég munið eftir hæpinu já, það var búið að hæpa þetta svo mikið við og svo kom þetta út jöfussis anskotas rusl fannst þér? algjörlega, þetta var svo ömulega leikarar hrikalega illa skrifað já hvaða þátt, var það South Park eða það var einhver svona teiknumynda þáttum minnum það sem eru að djóka með að hann hafi bara skrifað þetta okkar servéttu, þú veist hann Lucas, bara í einhverju paníki bara með þetta peiling og blablabla það gefið út já, nákvæmlega, það var samt í henni fyrstu myndinni í raun og veru sem hann kemur hann út, hvað sagður, 99? 99 já, þar var ekki hann vondikallinn þessi rauði, hvað heitir hann? Sith Maul já, Sith Maul, kom hann í henni? já. Darth Maul já, Sith Maul mér fannst hann Sith Molly different movie algjörlega, nei, mér fannst hann sjúklega töff samt, hann var töff ógeðslega töff og hvað fekk hann margar setningar í myndinni?
ekki margar, en Eina. hann Þrjár setningar setningar í allir myndinni. Já, hann þurfti samt ekkert að tala. Nei. Hann talaði bara með nefum og fótum og tvöfalda sverðinu sínu. Já, tvöfaldasverð. Það var svo mjög cool. cool. Það var mjög cool. Þessi mynd veist, Jar Jar Binks maður. Og já. Jar Jar Binks Tölum hann. er einn af veist, hann bara, ég ætla að hafa karakter svona, veist, fyrir the kids Svona slapstick comedy eitthvað. Og allir Jamaica búar voru bara eitthvað excuse me? We don't talk like that We don't talk like that Me Jar Jar Binks veist, og þegar hann sem er yfir honum Obi-Wan hann Qui-Gon Jinn Já, takk. Samuel L. Jackson. Nei. Samuel L. Jackson hann hann kom setna. veist Taken, gaurinn Já, Liam Neeson. Já, sorry. veist, þegar Jar Jar Binks eru mataborðið þau ætla að ræna veist, Anakin Skywalker af mömmu sinni við þurfum þetta barn af frænkans. já, eða frænkans eða eitthvað Mammans var þetta var mammans frænkan er Luke Já, Skywalker. Anakin, sorry, joke. Já, joke. It's all the same Já, þetta var mammans Já, og alveg þeir rétt. alveg bara, við verðum að fá hann hún bara, why? For personal reasons alveg bara ræðileg bara við verðum að fá hann að krakka sko. og síðan veist, við mataborðið og það Jar Jar Binks ætlaði veist, taka tungun sína fá sér að borða og Liam Neeson grípur í tunguna ekki gera, veist, ég margir bara svona taka mann út úr fokkin myndinni þetta er alveg bara og litla flugukrípið sem á mömmuna og strákin sko. Já. Ógeðslega krípin á ekki. það voru svo margir nördarat núti sem voru bara sko tæknilega getur hann ekki flogið með þennan líkama og þessa vangi bara eitthvað fyrir að pæla í þessu Veistu það, strákar, sko, sá sem lék strákfíbli sem lék hérna Lúkin Anakin fyrir Já, það yngsta. Já, hann var svo lélegur og Hayden Christensen það var ennþá verri. Já. Jar Jar Binks eyðilagði myndin alveg. Já. Ég slökkti á myndinni þegar ég komið þriðjunginn í hana. Er það? Þú mistur á besta partinum Nei, ég horfði á þetta síðan aftur setna með sko, besti parturinn er veist, loka dúlið Loka dúlið bara tónlistin geðveik, bardaginn geðveikur þetta er veist, þetta var allt lélegt Negative Nancy þetta er einn af betri veist, bara senunum í allri veist, bara myndunum Nei, það var ekki En það sá ég líka Nei, ég sá líka svona behind the scenes gaurinn sem lék Darth Maul bara, hann er svona, sko hann getur bara gert öll þessi move og svona þú veist, bara klikkaðu bara á fimmleika gaur eitthvað, sko bara... og hann Ian McGregor þegar þeir voru að slást og veist, bara þetta var, þeir gerðu þetta svo flawlessly með geislaveggina sem voru að koma og fara veist, þegar geislaveggina voru það er, í myndinni er þegar hann er svona að hæpa sig upp það er, veist, það átti ekki að vera í myndinni hann var bara að hæpa sig upp í veist, að fara að skilmast hann sjálfur, það bara leit svo vel út það er bara kept it in kept it in, sko veist, hvað marga myndir eftir maður, shit við hefum helviti marga myndir eftir, sko við varum að taka þetta í túpartir túpartir, hefur við gert það áður? Aldrei Já, þetta er tíminn Það ekki? Jú Við verðum að gera túpartir, sko Klárlega Annars er fólk bara, veist Nei, veist, please Kemur smá fossa Blæður eyrunum á mér Og, veist hvað Ef við, veist tökum túpartir þá eigum við náttúrulega alveg, veist helling eftir, sko Og verstu myndirnar þurfum að dæma Og eina af bestu myndunum Ok Eina af bestu myndunum Já, þið fáum að vita það í næstu viku Næsta þætti Oh my god Ein af langt bestu, betri en allar Já, við erum búin að tala um þær Nei, alls ekki Við erum ekki samanlega Í næstu viku Næsta vika Takk fyrir dag Bye